Og föstudagsþátturinn heldur áfram á þessari líka blússandi siglingu og hingað til mín í setti eru komnir kollegar mínir hérna á N4, María Björk og Karl Eskil, verið velkomin. Takk fyrir það. Við ætlum að spjalla svolítið bara starfið hérna og það sem að gerast, það er nýjungarnar sem í gangi. Og kannski byrjum á því að tala Vestfirði. N4 eru loksins komnir á Vestfirði, ekki satt? Jú, akkurat loksins. Okkur hefur langað þangað lengi og nú gekk það upp. Já. Og við förum inn með trukk og dífu og ætlum að gera ýmsa þætti og erum byrjuð og bara nýkomin heim með fullt af efni og sem við ætlum að sýna. Já. Við sýndum reyndar fyrsta þáttinn í gærkvöldi sem var landsbyggðir sem voru tilengaðir Vestfjörðum og svo höldum við bara áfram. Já, ótrúið. Hvaða þættir eru þetta sem þið eru að gera fyrir vestan? Þeir verða nú nokkrir í raun og veru vestfirsku þættirnir en það sem við María vorum að gera fyrir vestan og leggja í, það eru þættir sem svona atvinnulífstengdir, eigum slott sem að heitir Atvinnupúlsinn og núna ég svona við klippiborðið að klippa fyrsta þáttinn, sem sagt Atvinnupúlsinn, þar sem að kastljósinu beint að atvinnulífinu fyrir vestan. Já, og hann mælist alveg greinilega á Vestfjörðum, púlsinn, það ekki? Atvinnupúlsinn, hann slær nokkuð og það svona í svona samfélagi eins og Vestfjörðum að þá þarf í raun og veru að koma inn innspýting, stór innspýting á svona 10 ára fresti. Þekkjum Kerecis, 3X Stál og fleiri landsþekkt fyrirtæki og svo núna sem sagt Vestfirðingar tala viðspyrnu, það fiskeldið og í raun og veru allt á blússandi siglingu alla. Já, einmitt. Við ætlum nú einmitt að gera fjóra þætti fiskeldi, 2 á Vestfjörðum og svo 2 á Austfjörðum. Já. Það náttúrulega bara allt landið undir í raun og veru. Já, við erum náttúrulega með þetta kjörorð sem N4 leiðandi á landsbyggðunum í fleirtölu og við erum að reyna að standa undir því nafni og erum sterk á Norðurlandi vestra, Vesturlandi, Austfjörðum og nú Vestfjörðum og auðvitað langar okkur að fá fleiri með okkur og við kallum á sunnlendingana. Þeir koma. Verðum búin að taka yfir höfuðborgina áður en nokkuð býður. Nú á ekki að gera Akureyrarborg. Jú, það nú aldeilis í deglunni. Svona fólk hefur mismunandi skoðanir á því en fólk má hafa skoðanir á því sem síðust. En mér heyrðist svona á ykkur eftir þessa Vestfjarðaför að seglan í Vestfirðingum væri ykkur ofarlega í huga, það ekki rétt? Jó, það alveg, við erum búin að fara eina svolítið langa tökuferð og það í næstu viku aftur og þar næstu, þannig að maður verður með annan fótinn fyrir vestan. En það einmitt þetta að atvinnulífið á Vestfjörðum, það hefur gefið á bátinn, getum við sagt, á undanförnum árum. En þá það þessi vestfirska sigla, að þeir standa þetta allt saman af sér og núna finnum maður það alveg svo greinilega, að það upp á við. Já, og það líka þessi frumkvöðlar, bara ótrúlega margir frumkvöðlar sem að gera góða hluti, en oft tengdir stóru, sterku fyrirtækjunum og það svona góð kombinasjón af því hvoru tveggja. Nú, það líka bara gaman að segja frá því, þetta ekki bara seglan, þetta eru fjöllin og fegurðin, Guð minn góður, hvað fallegt þarna. Já. Og bara forréttindi að fá að koma til þeirra og vera með þeim. Við náttúrulega vorum svo ótrúlega heppin með veðrið í þessari fyrstu tökuferð, bara haustið, kyrrðin, hún nú svo sem alltaf fyrir vestan, en við vorum svo heppin með veðrið og þá svo gaman að fylgjast með tökumönnunum, drónarnir alveg bara notaðir eins og mögulegt þannig að þetta var alveg hreint bara æðislegt og bara sjónverður sögu ríkari, þó sé ekki nema bara myndirnar. Hlökkum til að sjá það, þetta ekki bara geggjað veður á Akureyri, en það náttúrulega fleira margt í deglunni, náttúrulega haustið oft svona tími nýrra hluta og þú María kannski segir okkur aðeins frá því bara hvað við eigum í vændum hérna á stöðinni. Já, við urðum náttúrulega vör við að bara strax í apríl hvað áhorfið jókst og það hefur verið bara á allt sjónvarpsefni bara í heiminum því að afþreyingin, það kallað eftir meiri afþreyingu og við erum að svara því kalli núna og ekki nóg með þessir þættir allir að vestan heldur erum við líka að fara að gera þætti með Akureyringum sem að eiga að fjalla íþróttabæinn Akureyri
sem bara gaman og verður spennandi. Nú, við erum að setja, af því við getum ekki ferðast erlendis, að þá erum við að setja á laggirnar núna þætti með henni Snæfríði Ingadóttur sem heitir Vegabréf og það nefnilega hægt að ferðast í huganum og það hægt að nota tæknina, þannig að það verða þættir með henni líka og nú við erum að fara af stað með nýja seríu að austan, hún farin í gang, aftur heim þættirnir, þar sem verið að tala við ungt fólk sem hefur flutt aftur heim á sínar æskustöðvar. Ég örugglega að gleyma einhverju, en þetta svona eitthvað af því sem við erum að gera. Það mikill uppgangur, uppgangur á tanganum. Það fyrir öllu. Þakka ykkur kærlega fyrir að koma og segja okkur frá þessu. Ég hlakka mikið til að sjá þættin ykkar frá Vestfjörðum og bara allt þetta spennandi efni sem í burðarliðnum. Þetta verður frábært. Og gangi þér vel. Og sömuleiðis.